Við náttúrulega erum nettó útflytjendur á matvælum, alveg bara, margfalt eiginlega, sko. Við framleiðum 1,3% af þeim fiski sem veiddur í heiminum. Getur Ísland verið sjálfu sér nægt fæðu? Við gætum verið sjálfum okkur næg fæðu, orku og næringarefni. Þannig að, fræðilega séð getum við verið það, en ekki þá fjölbreytni sem bæði almennar og svona meira sértækar neysluvenjur í dag krefjast. Það ekki raunhæft að framleiða allt hér. Við erum líka sjálfum okkur nóg að miklu leyti varðandi kjöt. Lambakjöt umframþarfir og við framleiðum meiri hluta nauta, svína og alifuglakjöts og framleiðsla á mjólkurvörum og eggjum næg. En þegar kemur að fæðuöryggi landsmanna eru mikilvægir veikleikar á þessari framleiðslu. Kannski þá í fyrsta lagi hversu háð við erum innfluttum aðföngum og þá líka að við höfum mjög litlar neyðarbirgðir af þessum aðföngum. Það má þá kannski helst nefna, það olían. Það að segja jarðefnaeldsneyti sem allar greinar eru háðar. Og ekki bara í matvælaframleiðslunni, heldur bara í þjóðfélaginu yfirleitt. Þannig gengur allur fiskiskipaflotinn fyrir olíu og nánast öll landbúnaðartæki. Það verður lítil framleiðsla í landinu á kjöti, fiski og grænmeti án hennar. Auk olíunar það mikill veikleiki hversu háð við erum innfluttum áburði og ekki síst það sem skilur okkur frá nágrannaþjóðum okkar sem allt það korn sem við þurfum að flytja inn í skepnufóður.